Microsoft að koma með nýja tækni á markaðinn með tilkomu Windows 10 stýrikerfisins og það eitthvað gleraugnasystem sem hægt að setja á sig sem heiti þá HoloLens. Og Jóhann Áki, þú ert með þetta, þú ert búinn að kenna þér þetta. Ertu búinn að fá þér svona gleraugu? Nei, það nú ekki. Það voru bara fréttamennirnir sem mættu á staðinn sem fengu að sjá þetta. Og þetta var sýnt upp á sviði og þetta náttúrulega vídeóið hefur farið eins og eldurinn sínum allt internetið. En hvað þetta nákvæmlega, þetta umhverfi? Þetta einhvers konar sýndar þrívíddar umhverfi sem að þú getur í rauninni, unni með eða hvernig þetta? Hvernig ert þú upplifað? Já, þeir sýndu í raun og veru 3 hluti. Sérstaklega upp á það hvernig þú í dag getur breytt tölvuleikjunum þínu, hvernig þú getur breytt hönnunarumhverfinu þínu og hvernig þú getur skoða fjarlæga staði. Þannig að þetta virkar rosalega vel sem ný tegund af tölvuleikjum eða svona afþreyingum. Já. Og fyrir ferðaþjónustuna, klárlega. Já. Þannig að það að skapast atvinnugrein á Íslandi að fara að taka upp alla ferðastæðana hérna í þrívídd. Það má segja það og það ýmislegt sem hægt að nefna í þessu sambandi. En þetta gengur út af það að þú setur á þig gleraugu sem eru með hring og þú færð að sjá inn á þitt umhverfi, hún lærir umhverfið þitt og þú setur þá hluti inn í umhverfi sem eru bara eins og í þessari science fiction myndum. Það bara hægt að vera með nött hérna beint fyrir fram mig og ég get interaktað við hann, ég get bæði talað og gert og þeir kynntu hugbúnað þarna sem heitir Hologram Studio þar sem ég get í loftinu hannað þrívídda hluti, sífólinga, kassa, tengt saman og annað þess og eina sýningunum sem þeir gerðu var það að hún bjó til flygildi sem að flaug, prentaði í þrívídd og þeir létu það fljúga yfir salinn. Það svona annað aspekt í þessu og það að setja upp hönnun þegar þú fann að hanna í þriðju rúmi og eitt af vídeónu sýnir að þið geti verið með mótorhjól án búnaðar. Hún hannar á tölvunni og svo færir hún það yfir á mótorhjóli og sér hvort það passi. Lítur það nógu vel út og þá hún bara með grindina og setur alla plasttankana og þess þar á og minnkar og stækkar bæði með því að segja henni hvað hún á að gera og með því að draga það til í handhólfinu. Kom eitthvað fram í þessari kynningu á þessu hologram? Hvað kostnaðurinn í kringum þetta? Vitum við það eitthvað en það? Það ekkert komið það. Formlega tilkynningin var það að þetta yrði tilbúið leið og Windows 10 eða eins og þeir orðið það Windows 10 timeframe sem reiknað með að verði upp úr næsta sumri en svona svartsýnismennirnir þeir segja það þýðir það að þeir hafi tíma þangað til að Windows 11 kemur. Já. En það ljóst af skrifum sérfræðinga og annað þetta að þeir konum miklu lengur heldur en heldur. Nú var Google Glass, það var eitthvað kynnt í fyrra að þeir hætti með þetta, þetta eitthvað allt öðruvísi? Þetta allt öðruvísi. Þetta ekki, Google Glass var til að koma upplýsingum framan í þig með það umhverfi sem þú staddur í og aðstoða við það að þekkja fólk og þess þar. Þetta raun og veru til þess að breyta þínu umhverfi og þínu skilningi. Sem dæmi þá sýna þeir Minecraft leikinn þar sem þeir eru búin að hann horfir yfir stofuna og hann setur kastala á borðinu og stofuhúsgögnin og þess þar og kallarnir að hlaupa stofuna. Þeir sprengja gat á vegginn og þú komin bara út og þú horfir bara út íbúðina þína í gegnum gatið og þetta allt í hausnum á þeir. Þeir kynna nýtt fyrirbæri, við erum búin að heyra gamla góða CPU-ið og gamla GPU-ið sem fyrir grafísku þjónustuna og núna kynntu þeir sérstaklega Microsoft hannaði nýjan örgjörfa fyrir þetta sem þeir kalla hologram processing eða HPU. Þannig að það mikið kraftur á baku þetta og þeir eru að gera terabæt á sekundum. Erum við að fara að upplifa þetta sem eitthvað alveg geggjað, eitthvað alveg svakalega öflugt og geggjað einhver svona framtíðar visjón í þessu? Já, ég hef ekki ennþá séð á Facebook annað heldur en mig langar í þetta. Já. Núna. Það bara svoleiðis. Það bara þannig.